Helgi, Habóla morgun, hvernig bara leggst leikurinn í? Bara mjög vel sko. Aðeins vel í dag og horfum aðeins á vídeóaðum og við erum bara klárir í leikinn á morgun. Hvað þurfa að gera gegn þessu liði? Bara spila okkar bolta sko. Þeir spila víst mjög aggressíft og svolítið sérkennilega. Þannig að við þurfum bara að vera virkilega á tánum og pressa það svolítið og já, bara koma á fullu alvar inn í leikinn. Öðru segjum við þá en geggjör? Já, ég ætla svona býst við því í fyrirleiknum sko. Gjörn náttúrulega laðist svolítið niður og sem kom smá óvart sko. En við ætla að búumst við að þeir sæki svolítið og pressa okkur á málum. Hvernig bara metur möguleikana gegn þessu liði? Bara mjög góða. Við erum vel drillaðir og vitum bara svona hvernig við eigum að spila. Þannig að við komum bara rétt stendur leiks, þá bara eigum við fullan séns á þessu öllu. Þú veist, er liðið með eitthvað ákveðið fyrirfram sett markmið í Evrópu? Hversu langt við förum? Já. Bara komast inn í riðlakeppni sko. Og við langar okkur lengra en samfélagsdeildina og reyna að komast í Evrópudeildina. En meistaradeildar leiðinni núna, þannig að við erum bara að halda okkur eins lengi þar og við getum. Hvernig bara mikið af Evrópu álæði komið inn í þetta, fóru langt í mjólkurbikarnum, hvernig er bara svona standað á þér, búin að spila marga mínútur? Já, bara gott sko. Kom inn á móti Þór, en svo bara virkilega gott og já, alltaf klárið að byrja. Hvernig bara gerir upp innan Þórsleik, er ekki aðeins sest? Bara, þú veist, ekki nógu kannski klárir eftir Evrópu. Gerum auðvitað mikið af breytingum en það var ekki skipta neinu máli sko. Þannig að bara hefðum þurft að kom bara meira aggressífur inn í leikinn. Við vorum svolítið soft og sloppy og það sást og bara leiddist inn í leikinn og þeir svona fundu það og náðu að nýta sér fyrstu leikadrið til að refsa okkur. Þannig að ekki nógu gott en við erum búin að losa okkur þann leik og erum klárir í morgundaginn. Þú veist, óvænt tap, fyrsta tapið í sumar, var þetta mikið sjokk fyrir hóp? Já, það vorum allir vel pirraðir, virkilega fúlir og það er ekki gaman að tapa. Þannig ekkert mikið sjokk myndi ég segja, en bara pirrandi og fúlt sko.